En með stuðningi Íslendinga hafa 100 börn á Haítí fengið húsaskjól, fæði og tækifæri til menntunar, en þar nýtist stuðningurinn til reksturs munaðarleysingjaheimilis. Haítí er eitt fátækasta land í heimi, en tugþúsundir barna misstu foreldra sína í jarðskjálftunum sem urðu í landinu árið 2010. Sjónvarpsmaðurinn Sölvi Tryggvason hefur látið rekstur heimilisins sig varða og er nýkomin úr ferð til Haítí þar sem ástandið er vægast sagt ótryggt. Sölvi er nú sestur hjá Jóhannesi. Velkomin, Sölvi. Takk fyrir, Jóhannes. Hver var aðdragandan að því að þú fórst til Haítí? Það er nú ekki alveg svona draumastaður til að fara á? Nei, ef ég kannski byrja örstuð bara að segja frá því að þá gerist það að 2010 í janúar verða jarðskjálftar í landinu upp á 7 á Richter og land sem þegar er fátækasta ríki vesturheims verður náttúrulega bara ástand sem er vont, verður hræðilegt. Velferðarsjóður barna sem er starfræktur hérna á Íslandi og Kári Stefánsson er yfir, hann hefur samband við Pétur Guðjónsson sem er vinur minn sem hefur starfað á Haítí í áratugi og spyr hann er ekki hægt að gera eitthvað fyrir þau munaðarlausu börn sem mistu foreldra sín í jarðskjálftunum og það verður tugþúsundir barna munaðarlaus eftir þessa skjálfta og Pétur fyrir að setja upp munaðarleysingjaheimili og með hjálp góðviljara Íslendinga hefur þetta verið rekið núna í 2 ár. 100 börn, það er skólaganga, klæði, fæði, lyf, allt saman, heimili. En þetta hefur farið mjög hljótt. Það er ekki heyrst mikið af þessu. Nei, og nú hérna er svo komið að ástandi hér er auðvitað slæmt, þannig að það vantar stöðugleika undir þetta. Þú fórst til Haítí til þess að skoða aðstæður og meta það hvernig peningarnir var að nýtast þarna. Er það að nýtast vel? Þeir eru að nýtast gríðarlega vel. Ég vil ekki gera lítið úr öðru hjálparstarfi, en þarna er hver einasta króna að fara beint til barnanna. Ástæðan fyrir að það er hægt er að Pétur hefur verið þarna í áratugi og hans tengiliðir á vettvangi, hann getur aktiverað tengilið á vettvangi sem geta sett svona starfsemi upp strax og þannig eru allir peningarnir að skilja sig. Þannig er fólki í sjálfboðavinnu og þannig bara verið að vinna frábært starf. Sem sést best á því að fyrir aðeins 500.000 krónur ert að fá allt fyrir þessu 100 börn. Þannig sjáum við einmitt þessa krakka vera að borða og inn í skólastofu. Er þetta þá fyrir íslenska peninga? Þetta er fyrir íslenska peninga. Þessi börn væri ekki á lífi nema fyrir íslenska peninga. Og hvernig er aðbúnaður barnanna? Hann er gríðarlega frumstæður. Það er þetta áslega skrítið að horfa á þetta. Þau gista í litlum kojum. Eins og þið sjáu þarna, þá eru kennslustofan þetta er frumstætt allt saman en þau eru hamingjusum og á þeirra mælikvarða er þetta mjög fínt og þeim líður vel. Ég skynjaði mikla gleði í þessum hóp, ofboðslega mikla gleði mér. Það eru börn sem eiga ekki neitt, þau eiga hvorki efnisleg gæði, þau eru búin að missa báða foreldra sína. Gleðin er mikil. Já. En hvernig er svona ástandi í landinu nú hefur náttúrulega í kjölfari jarðskjálftanna var ástandið talsvert mikið í fréttum og það vita það allir að það er slæmt, en hvernig var fyrir þig að koma þarna? Þetta er það sem að gerir svo oft að kastljós heimsins fer á Haítí, það er þar í nokkra vikur. Hvað svo? Þetta er land þar sem er engin infrastruktúr, það er engin infrastruktúr í þessu landi þannig að það koma peningar þarna fyrst. Þeir enda kannski bara á röngum stöðum. Þannig að ástandið það er mjög vont, mjög vont. Hvernig þá? Ég meina, lýstu þess aðeins betur. Þetta er bara kaos. Það er bara kaos. Ég er millist þetta barn úr vesturheimi. Fyrir mig að koma, ég hef aldrei komið til þriðja heimsríkis, ég hef aldrei séð raunverulega fátækt. Það var bara sjokkerandi að sjá þetta. Við erum auðvitað að sjá það að rúlla þarna yfir myndir núna yfir skjánum af þessu heimili. Er þetta skólinn þarna? Þetta er skólinn, þetta er munaðarleysingjaheimili, þarna fer kennslan fram og þarna í þessari byggingu eru líka vistaveru barnanna, þarna gista þau. Og þau eru alin upp og skólagangum gengur út á húmanistarhreyfinguna þannig að þið sjáu kannski á einhverjum af þessum myndum að þá halda þau 3 fingrum á lofti og það stendur fyrir, hver fingur stendur fyrir, einn er fyrir friði í hjarta, annar er fyrir kraft í aðgerðum og svo þriði er fyrir gleði til framtíðar. Fannstu fyrir miklu þakklæti frá krökkunum þegar þú komst þarna? Alveg gífurlega miklu og þarna eru börn sem eru allt frá 3-4-5 ára og upp í það voru aðallega strákar. Það voru nokkrir unglingsstrákar þarna og þeir eru náttúrulega komnir til meira vits og mér fannst ég skynja sérstaklega á þeim þegar ég er að horfa á 14-15 ára gamla drengi. Ég ber þá saman með unglinga á Íslandi og mér fannst ég skynja bara ofboðslega mikla auðmýkt, rosalegt þakklæti og þetta voru bara góðar mannverur, góðar sálir. Það var eitthvað það sem bara sat eftir í mér. Hvernig er ótryggt fyrir fólk að vera í landinu?
Það er að segja, er hættulegt að vera það? Þetta er allt eftir hvaða mælikvarða þú hefur. Fyrir heimafólk náttúrulega, það er engu öðru vant. Þarna verður fyrsta heppnaða þrælauppreiðsnin í heiminum 1804. Þannig að þarna eru hörundstökt fólk, þetta var draumastaður þeirra á meðan að þau voru á meðan hörundstökt fólk var í þrældómi annars staðar. Bandaríkin hafa alltaf litið þetta land hornauga, þannig að þetta er 1 til 1,5 klukkutíma frá Miami og þú ert frá allsnægtunum á Miami ferðu yfir í bara algjöran þriðja heim. Fólki sem þarna fæðist þekkir ekkert annað en okkar mælikvarða þetta náttúrulega bara eins og ég segi, þetta bara kaos. Þú ert með þarna pening með þér, peningaseðil. Þetta ég tók þetta bara, ég veit ekki hvort ég geti hvort þetta sjáist í mynd, en hver einasti peningaseðil sem ég sá í landinu var að minnstakosti svona mikið notaður. Hver einasti peningaseðil sem ég sá. Það er eins og sé búið að velta honum upp á drullu. Þetta var bara svona lítið dæmi fyrir mig einhvern veginn ég er ekki vanur því að sjá svona peningaseðil á Íslandi. Hvað þá að þeir séu allir svona, bara saman vöðlaður og drullu skítið. Nú snýst þetta verkefni náttúrulega peninga, það þarf að fjármagna rekstur þessa heimilis. Hvað kostar þetta og ég meina hvað á að fjármagna? Þetta snýst það kostar 500.000 krónur á mánuði að halda þessum 100 börnum uppi. Það eru fyrir 5.000 krónur per barn ertu að fá skólagöngu, fæði, lyf, klæði og húsaskjól. Þannig að þú sérð að það er ekki neitt peningur að fara í óþarfa. Og ég er búinn að ganga úr skuggum það að það er gert grein fyrir hver einustu krónu, ég get fengið nótu fyrir hver einustu krónu, fyrir hverjum hveitipoka sem ég keyptur. Þannig að nú er ég bara að biðla til allra þeirra góðviljuðu Íslendinga sem ég veit að þarna úti vegna þess að í 2 ár hefur verið hægt að reka þetta án þess að þetta fari hátt. Og ég stofnaði heimasíðuna haiti.is, þar má sjá reikningsnúmer og eins geta þeir sem vilja setja sig í samband við mig, geta bara haft samband við mig beint. Ég er með tölvupóstinn sölvi@skjárinn.is. Og ég bara, eins og ég segi, þessi 2 ár hafa sýnt að það er alveg ofboðslega mikið af velviljuðu fólki á Íslandi. Sérðu þetta fyrir þér til svona framtíðarliti að þetta heimili eigi eftir að lifa? Við setjum þetta munaðarleysingja á stofn. Þannig að við berum ábyrgð á þessum börnum. Þú vilt verða fósturfaðir yfir þessu heimili? Í raun og veru, ég meina, við berum ábyrgð á því. Þessi börn hafa lifað fyrir íslenskan pening. Ef það eru skrúfa fyrir það fjármagn, þá veit ég ekkert hvað verður þessu börn. Þannig að þú ert að biðla til Íslendinga og vilt að fólk leggi sitt að mörkum? Já, mér fannst bara að Pétur er góður vinur minn, hann segir mér frá þessu. Ég tel mig verið í stöðu til þess að geta gert gagn. Ég er kannski betri stöðu heldur en Jón Jónsson og mér rennur bara blóðið til skyldunar. Við skulum vona að þetta gangi allt vel. Takk fyrir komuna. Takk að gæla fyrir.